Daniel, þá eru þið komnir Grindavík í undanúrslit í bikarnum. Geturðu verið sáttur með þetta gengi? Já, sjálfsögðu, náttúrulega búið að vera dálítið ströggl í vetur hjá okkur í deildinni og blessunarlega eru komnir í höllina og gefur okkur smá innblástur að gera ennþá betur. Og við náttúrulega erum á leiðin að fá nýjan Bandaríkjamann, þannig að óskilja að þetta verður bara orðið þokkalega smurt þegar við mætum Fjölni í höllinni. Komið á hreint með hvað maður? Já, ég var bara að skrifa undir í gærkvöldi, þannig að ég vonandi bara að kemur inn á miðvikudag 5. Svo farið og spilum Sindra í gær. Hvað maður segja bara svona fókjart öðvöldi leikur með það ekki? Jú, þeir gáðu á okkur alveg keppni og þeir eru alveg með fína strákinn innan sinna raða sem hafa gaman að spila körfubolta og leggja sig fram og það er alltaf krefjandi að spila undir þennan lið en við mættum tilbúin til leiks og náðum upp þægilega forskot til að byrja með. Höldum undir ykkur 30 stigum í hálfleik og svo þetta var tiltölulega þægilegt í seinni hálfleik og við náðum að rótera liðinu bara þokkalega mikið og allir fengu sitt tækifæri og sínu sitt andlit, þannig að þetta var bara fínt og ég er bara mjög ánægður með þennan sigur. Þú með hörkuhóp í Grindavík-liðinu, eins og segir kannski ekki gengið sem skildi með hvernig liðið er á blaði og verið vandilega með erlenda leikmenn og fleira. Hvers konar styrk getur liðið tekið út af því að vera komin með þetta á daginn til þetta verður spilið? Já, bara þetta er reysa stórt náttúrulega fyrir okkur og öll lið í deildinni og á landinu vilja vera komin í höllina þessari helgi. Það sem ég sé í framhaldinu að við erum bara þétt okkar aðir, við náttúrulega missum Dakar út og aða leikstjórnandara, fáum annan leikstjórnandi inn núna bara í vikunni, missum náttúrulega Bandaríkjamaninn út vegna meiðsla og erum komin núna replacement fyrir það. Það tekur alveg tíma til að koma sér saman og vera eitthvað smurt en óskandi að þetta gangi bara upp í þetta skiptið og því að við vitum alveg hvað við höfum fram að færa. Þannig að ég óskar bara þess að við náum bara að stilla saman strengi og bara gera góða atlegu að úrslitakeppninni fyrir lok tímabils. Hvernig lýsir þú á Fjölni sem fastnægt? Ekki sérstaklega. Í fyrirleikum? Já, við höfum þvílíku basli með það í Dalhúsum og það var gat dótti bara báðum megin, sá leikur. Við sáum líka þennan leik í gegn Keflavík þegar við með greiðilega sterkt sóknarlið og við þurfum að fara vel yfir þá þegar að því kemur og eins og segir við þurfum bara að bæta okkur leik degi fyrir degi og vera klárir í þann slag þegar við mætum í höllinni.